Háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Helgi Hjörvar tekur til máls fundarstjórn forseta. Virðulegur forseti, fundarstjórn á Alþingi á þetta að gilda. Þegar forstjóri Landspítalans, þjóðarsjúkrahússins, kemur til þingsins og greinir frá því hvaða áhrif fjárhagsstaðan mun hafa á spítalann, þá á að taka á móti honum af kurteisi. Og hann á ekki að þurfa að sæta því að formaður fjárlaganefndar fari út með opinberar yfirlýsingar andlegt ofbeldi og annað þess háttar. Virðulegur forseti, framganga formanns fjárlaganefndar gagnvart forstjóra Landspítalans með öllu óþolandi. Þetta ekki hægt, virðulegur forseti. Það grundvallaratriði að þeir trúnaðarmenn sem við höfum falið rekstur Landspítalans geti komið hér með upplýsingar, reitt þær fram og þær sé hægt að ræða á málefnalegan hátt, jafnvel þó að skiptar skoðanir geti verið upplýsingarnar. En að sú umræða sé dregin niður á þetta plan og niður í þetta, ég vil leyfa mér að segja, persónulega skítskast, það setur blett á þingið allt og störf þess. Virðulegur forseti, ég mótmæli þessari framgöngu eindregið og undrast það að þingmaður sem lýsti því yfir í kosningabaráttunni að hún hygðist beita sér fyrir þjóðarsátt Landspítalann skuli leyfa sér að ganga fram með þessum hætti. Háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Svandís Svavarsdóttir tekur til máls fundarstjórn forseta. Forseti, ég vil taka undir orð hv. þingmanns Helga Hjörvar og gera alvarlegar athugasemdir við framkomu formanns fjárlaganefndar. Ég vil auk þess að það komi fram hér á þingfundinum að þessi uppákoma á fundi fjárlaganefndar á föstudaginn var og eftirmálin meðal annars í þættinum Sprengisandinn helgina þar sem Vigdís Hauksdóttir hv. þingmaður talaði andlegt ofbeldi. Þetta var fundarefni hér áðan á fundi þingflokksformanna þar sem þingflokksformenn sú sem hér stendur og hv. þingmaður Helgi Hjörvar gerðu athugasemdir við þessa framkomu þingmannsins og telja hana fyrir neðan allar hellur og óska jafnframt eindregið eftir því að forseti taki á málinu með einhverjum þeim hætti að viðunandi sé, þar sem hér að ræða virðingu þingsins alls sem setur niður svo eftir tekið þegar orð eru viðhöfð sem hér vísað í. Og ég óska eftir því að hæstvirtur forseti bregðist við hið fyrsta. Háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Birgitta Jónsdóttir tekur til máls fundarstjórn forseta. Forseti, ég vil taka undir hér með öðrum þingflokksformönnum minnihlutans og ítreka það að það nauðsynlegt að bregðast við þessu og af hendi forseta. Því miður það svo að óvarlega oft sagt frá nefndarfundum og mér finnst það mjög alvarlegt þegar að formaður fjárlaganefndar tjáir sig á þennan hátt og mér finnst það bæði alvarlegt hvernig hún hefur væntanlega tjáð sig og hvernig hún útskýrir hvernig gestir á fundi tjá sig og jafnframt því að hún tjáir sig að þetta hafi verið andlegt ofbeldi. Mér finnst það svo alvarlegt að ég á eiginlega ekki til orð og ég vil að forseti beiti sér í þessu máli á þann hátt að hann eigi orðastað við hv. þingmann Vigdísi Hauksdóttur og ég vonast til þess að hv. þingmaður biðji viðkomandi nefndargest afsökunar á orðum sínum. Háttvirtur 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Ásmundur Einar Daðarsson tekur til máls fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti, heilbrigðismál eru viðkvæmur málaflokkur og það algjörlega staðreynd að þessi málaflokkur hefur á undanförnum árum og sérstaklega á síðasta kjörtímabili mátt sæta allt of miklum niðurskurði. Það þess vegna mikið fagnaðarefni að þessari ríkisstjórn hafi tekist að auka fjárframlög til heilbrigðismála allverulega og það undir forystu hv. þingmanns Vigdísar Hauksdóttur sem formanns fjárlaganefndar. Þessi ríkisstjórn stöðvaði niðurskurð fyrir ríkisstjórnar í heilbrigðismálum, jók við heilbrigðismál strax 6,8 milljarða að raunvirði og 5,4% milli fjárlaga 2013 og 2014 og fjármagn til Landspítalans hefur aukist 20%.
Virðulegi forseti, ég verð að segja það, því hér var tekin upp umræða hv. þingmann Vigdísi Hauksdóttur, formann fjárlaganefndar, þá er það eitt sem að Vigdís Hauksdóttir, formaður fjárlaganefndar, á skilið. Það er það að hún hefur ávallt verið tilbúin til þess að forgangsraða í ríkisfjármálum með heilbrigðisþjónustu að leiðarljósi og það hefur verið gert af þessari ríkisstjórn og það verður gert áfram í tíð þessarar ríkisstjórnar og það sér meðal annars stað í fjárlögum þessa árs og það fáum við áfram að sjá út þetta kjörtímabil. Háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helgi Hrafn Gunnarsson tekur til máls fundarstjórn forseta. Já, virðulegi forseti, ég skildi nú ekki kvartanir þeirra þingmanna sem töluðu hér á undan síðasta ræðumanni þannig að hér væri kallað eftir efnislegri umræðu heilbrigðiskerfið eins og mikilvæg hún nú er. Hins vegar var talað það hvernig sumir hv. þingmenn koma fram við nefndargesti og koma fram, vil ég segja, við aðra nefndargesti heldur en bara þá sem að koma fram þá. Það er nefnilega þannig að ef þetta eru viðbrögðin sem að nefndargestir eiga að búast við, hvernig eiga þeir að haga sér inn á fundum nefnda? Eiga þeir að passa sig á því að viðkvæmt stolt hv. þingmanns Vigdísar Hauksdóttur sé ekki sært? Það er jú formaður fjárlaganefndar sem á í hlut og það vantar peninga alls staðar í kerfinu. Það er mjög mikilvægt að viðmót formanns fjárlaganefndar sé þannig að fólk treysti sér til að tala af heilindum og heiðarlega málefnin án þess að vera sakað andlegt ofbeldi sem meðan í man er hugtak sem við að bera meiri virðingu fyrir heldur en þetta. Háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir tekur til máls fundarstjórn forseta. Herra forseti, ég vil nú undir þessum lið þakka þingflokksformönnum fyrir að hafa tekið málið upp við forseta. Að það var að beiðni minnihluta fjárlaganefndar sem að stjórnendur Landspítalans komi á fund nefndarinnar og þeim gá okkur mjög mikilvægar upplýsingar sem að við þurfum að nota til að mynda okkar tillögur og ég trúi að upplýsingarnar hafi bæði verið gagnlegar fyrir hv. þingmenn minnihlutans og meirihlutans og mér þykir mjög leitt að þessi beiðni okkar að fá að ræða vanda þjóðarsjúkrahússins hafi valdið þessum usla og þessum stóru orðum sem að hafa fallið og það er ekki gott fyrir virðingu Alþingis og það er slæmt ef að við getum ekki hlýtt á óskir og útskýringar stjórnenda þjóðarsjúkrahússins þegar það á í vanda. Háttvirtur 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Sigríður Ingibjörg Ingadóttir tekur til máls fundarstjórn forseta. Hæstvirtur forseti, við hér á Alþingi förum við með völd og við höfum líka áhrif og við þurfum að gæta þess með hvaða hætti við notum þessi völd og þessi áhrif. Þegar að fulltrúar Landspítalans koma á fund fjárlaganefndar og óska eftir hærri fjárheimildum vegna skorts á viðhaldi, nauðsynlegu viðhaldi á sjúkrahúsinu og því að það vantar aukið fjármagn inn í rekstrargrunn sjúkrahússins, þá eru þessir einstaklingar ekki að þjóna lund sinni, þeir eru þarna fyrir hönd íslensks almennings til þess að standa vörð bráða og lífsbjargandi starfsemi sjúkrahússins. Að þurfa síðan í kjölfarið að sitja undir skætingi eins og hv. formaður velferðarnefndar Vigdís Hauksdóttir hefur haft í frammi er algjörlega ólíðandi og ég fer fram á það að forseti tali við hana og hún biðjist afsökunar á þessum ummælum sínum. Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Óttar Proppé tekur til máls fundarstjórn forseta. Virðulegur forseti, það er margítrekað komið fram í skoðanakönnunum hjá þjóðinni að það er vilji til sátta og átaks í heilbrigðismálum og sömuleiðis hér á Alþingi hefur komið fram þverpólitískar yfirlýsingar í það minnsta að heilbrigðiskerfið eigi að setja í forgang. Þess vegna skiptir miklu máli að það sé hreint og gott samtal Alþingis við þær stofnanir sem eru í heilbrigðiskerfinu og við þjóðarsjúkrahúsið okkar. Og það samtal þarf að vera uppbyggilegt og á réttum nótum.
Ég vil taka undir með öðrum þingmönnum að það er mjög hættulegt að verðfella hugtak eins og ofbeldi eða andlegt ofbeldi vegna þess að nóg er nú af því í samfélaginu og ef að alþingismenn, við sem höfum verið kjörin til forystu, ef að við þolum ekki okkar atlæti, þá held ég að það sé ekki mikil eftirspurn eftir þeirri skoðun. Hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir tekur til máls fundarstjórn forseta. Já, herra forseti, ég eins og aðrir þingmenn sem hafa komið hérna fram mjög undrandi og mér finnst það vera mjög niðurlægjandi að hv. formaður fjárlaganefndar talar svo niður til þeirra sem koma og í þessu tilfelli forstjóra Landspítalans og hans fólks sem koma fyrir fjárlaganefnd og gera grein fyrir alvarlegri stöðu þjóðarspítalans. Að við verðum að geta treyst því að það sé tekið vel á móti þeim gestum sem koma fyrir fjárlaganefnd og það sé ekki verið að bulla með þessa hluti út og suður eins og hv. þingmaður Vigdís Hauksdóttir hefur gert og hún dregur ekki bara embætti sitt sem hún gegnir niður í svaðið, heldur líka þingið allt. Við öll erum sett niður við svona háttalag. Að það er ekki verið að fara til fjárlaganefndar og gera grein fyrir erfiðri stöðu sjúkrahússins, Landspítalans, út af engu. Það er þetta bara grafalvarleg staða sem menn geta ekki leyft sér að vera með síðan í framhaldinu svona skæting eins og hv. formaður fjárlaganefndar hefur gert. Hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis Páll Jóhann Pálsson tekur til máls fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti, ég vil bara harma þessa umfjöllun þetta mál. Mér finnst þetta eiginlega hafa svolítið snúast upp í andhverfu sína. Ég sat nú þennan fund og ég verð að segja að það er greinilegt að menn upplifa svona fundi hver með sínum hætti. Ég veit ekki betur en að fyrir fjárlaganefnd séu bara hreinskiptin skoðunarskipti, þar sem menn tala bara hreinskilni vandamálin og reyna að finna lausn á þeim. Á þessum fundi stjórnaði varaformaður fjárlaganefndar nánast allavega stóra hluta af fundinum. Þessi morgun var þegar umferðarteppur voru hér allan bæ og menn voru frekar seinir fyrir og úrillir kannski og það átti við kannski fleiri aðila í þessu máli. Þannig að ég bara skora bara á fólk bara að svona aðeins og fleiri kannski fundamenn að tjá sína upplifun af fundinum. En ég allavega veit að ég tala fyrir nokkuð fleiri aðila.